Já, nú ætlum við að tala það sem að, allavega Reykjavíkur finnst mjög gaman að tala sem skipulagsmál og sletting byggðar, við höfum svolítið gert það hérna við Rauðaborðið. Nú ætlum við að fara, vestur í bæ, myndi ég segja, og Slippsvæði, það plön að byggja svona vestur af Slippnum og hingað komið fólk sem hefur þekkið það og hefur skoðun á því. Hérna Ásta Olga Magnúsdóttir sem býr þarna á nágrenninu. Hér líka Páll Jakob Líndal, doktor í umhverfissálfræði og stofnandi Envalis. Já, það svoleiðis. Og Egill Sæbjörnsson, hann myndlistarmaður og aðgerðasinni í byggingarlist. Já. Það má orða þannig. Hvað segir, þið ekki ánægð með þá uppbyggingu sem kynnt þarna? Ég held við séum svona að leggja til að megi gera það öðruvísi. Að við minnst skoða aðra möguleika. Og við erum að horfa til þess að sögulega víddin sé tekin fastari tökum og það sé hort á þetta svæði, þetta mikilvæga svæði höfninni í stærra samhengi. Við sitt nágrenni í tengslum við söguna. Bara, ég meina sem við getum rakið í sjálfu sér allt aftur til ársins bara 874 þegar Ingólfur Arnarsson að og viltu bara við viljum bara fara þangað Viltu stróka allt út sem hefur verið byggt síðan þá? Nei, ég segi nú kannski ég verið stróka allt út en við þurfum að huga að þessum að þarna svona í einhverju mynd þá kom hann að landi þarna og síðan hefur þetta svæði verið virt svæði og partur af menningu borgarinnar og uppbyggingu borgarinnar. Og við viljum bara að þessu sé haldið til haga og það sé hugað að uppbyggingi taki mið af þessum. Því sem var að mörguleyti margt farið, ekki Daniel Slipp farinn og Slippurinn ekki svipur á sjón. Og það sé náttúrulega ótrúlega glæsilegt að sjá skip dregin upp að landi bara downtown Reykjavík. Já, ég meina þetta bara mikilvæg þáttur í mótun borgarinnar. Og það eru þarna, það eins og til dæmis það bara hvernig sjórinn mætir landi, bara fjara í Slippnum sem náttúrulega einstakt í borgarlandinu og einstakt fyrir norðurströndina á norðurströnd borgarinnar. Þeir sem að horfa á þetta í sjónvarpi eða í mynd að við munum skjóta inn svona myndum af því sem þarna ráðgert að gera. En má ég kannski biðja ykkur að lýsa því fyrir mig hver eru plönin, hvað á að gera þarna? Ég ætla kannski líka bara að byrja að segja þetta, við erum ekkert að byrja núna, þetta kannski byrjaði 2003, þessi svona slagur íbúa, því ég nú búin að þekka þetta svæði bara alla mín ævi þannig að það var, og það eru rosalega breytti tímar, þannig að það var byrjað strax þegar fyrstu skipulagstillögur fóru að koma þarna á svæðinu, þá byrjuðu sagnfræðingar sérfræðingar og íbúar að benda á svona gæði sem voru einhvern veginn bara fólk var ekki að taka eftir og sem hættan hefur verið þurrkuð út bara með því að setja svona borgatúnsbyggingar hérna. Já, og nú svo þetta búið að fara í nokkra hringju. Ég 2004 eða 2005 hélt ég hátíð þarna sem kallaðist Óður til Slippsins með Önnu Maríu Bogadóttur arkitekt og þá buðum við mitt fólki inn á svæðið þegar fólk hafði ekki komið inn á svæðið. Ég þekkti svæðið vel en þetta var alltaf náttúrulega bara lokað, en þetta var þetta iðnaðarsvæðið, þannig að það bæði þessi saga sem Páll var að tala en svo þessi iðnaðarsaga okkar, tenging við bara skipagerð og útgerð og verið að leggja saltfisk þarna og öll hafnarstarfsemi, þetta tengingin milli hafnarinnar og miðbæjarins, þannig að þetta búið fyrir margar ítranir, mikið athugasemdum frá bæði íbúum og sérfræðingum í gegnum þessi rúmlega 20 ár núna, þannig að þetta svona loka tilraunin til þess að vekja upp umræðuna virkilega. Þetta síðasti búturinn á strandlínunni. En til að forða hverju? Til að forða því að við fáum byggð sem að tekur þetta úr samhengi, sem að í engu samhengi við byggðamynstrið. Þetta innan hverfisverndar, þetta svæði, þótt þetta sé þróunarreitur, en þá skilyrði samkvæmt aðalskipulagi 2040 að byggðin sé í samhengi við staðaranda við byggðamynstur þannig að þótt að sé verið að byggja nýtt þá á það að hafa skírskotun í það sem í kring. Þannig að það sem á að koma eru svona frekar svona
staðlaðar byggingar, 3 til 5 hæða. Svipað bara hinum megin á, hvað heitir þetta? Héðinsreit, Hörpuna? Hafnatorg. Já, Hafnatorg. Hafnatorg Já, myndi vera svolítið svona einsleitt leit lína. Eins og Norðurbakkinn í Hafnarfirði og það búið að setja svona, þetta víða í Kaupmannahöfn, sett svona 3-4 hæða svört hús þar sem áður voru hafnir. Já, við erum ekki búin að fá leitin, við viljum ekki sjá það og mér finnst þá verið að selja íbúðir sem íbúðir með hafnarstemningu en þá verið að taka frá hafnarstemningu og staðarendin svo viðkvæmur. Þú verður að hugsa þetta jafnvægi. Þú vilt að margir njóti hafnarinnar en að það sé ekki bara selt þeir sem hafa efna á að borga. Já, og ekki alltaf að taka frá honum, frá staðarendanum til þess að selja hann, en síðan bara einhvern veginn ekkert eftir. Þetta bara gríðarlega mikilvægur blettur. Já, það kannski bæta við að þessi reglugerð sem að hún Ásta vísar í 2040, að hún talar áætlun fyrir svæðið innan hringbrautar, sem sagt gömlu hringbrautar eins og hún var áætluð í kringum miðbæina Reykjavík eins og hún var á þeim tíma. Já. Sem þá kannski hringbrautin og svo Snorrabrautin. Snorrabraut. Ég lagði einhvern veginn til að mætti ekki byggja neitt þarna upp á þessu svæði nema það sem áður var. Bara að því að við eigum náttúrulega Borgartúnið og við eigum Skeifuna og við eigum nóg pláss fyrir svona ný hverfi en við eigum bara eitt gamalt hverfi. Já, þarna kemur aðeins sem að ég ætla að bæta við að ég held að Íslendingar ættu að stefna því að setja allt það svæði á minjaskrá UNESCO. En þetta er bær sem að byggist upp frá því fyrir þegar að ullarvinnsluhús er raðað niður í kringum Aðalstræti og frá þeim iðnaði byggjast íbúðarhús og svo stækkar þetta og höfnin er hérna alltaf í miðsvæði. Laugavegurinn myndast síðan á sínum tíma og svo framvegis. Og þarna byggist upp í rauninni þéttbyggð innan hringbrautar á eðlilegan hátt sem að er mjög skilvirkt þétt svæði. Það þarf í rauninni ekki að þétta innan þessa svæðis. Og í Varsjá, þar var gamli miðbærinn til dæmis, hann er verndaður á minjaskrá UNESCO. Og þetta er einstakt svæði og það ætti ekki að raska við því meira. En er ekki búið að raska ansi mikið við? Þú nefndir eins og Laugaveginn, það er búið að tróða þar húsum mjög þétt og ennþá verið að byggja. Það er verið að byggja á Vatnsstígnum og upp eftir Laugaveginum og þið kannist við hvernig þetta er gert. Það er skilið 1 bárujárshús eftir og kannski lyft upp og svo er einhver svona, eins og ég kalla það Borgartúnsbyggingar í kring. Já, það vantar bara þessa stóru sýn það að þetta heildarsvæði spili saman. Það er ekki nóg að vernda 1 hús eða 3 eða halva götu eða eitthvað svoleiðis. Og sjáðu til, við erum ekki að segja að það er alltaf verið að gera alltaf rangt. Það er búið að gera þeir sem hafa verið í borginni síðustu 20 árin tóku alls konar ákvarðanir sem voru réttar að vernda og jafnvel kaupa reiti tilbaka neðst á Laugavegi og Allianshúsið þarna vestur frá er verndað og litli Steinbærinn og gömlu verbúðurnar, þeim var hlíft þegar ferðamenn fóru að hafa áhuga þegar sægrefin opnaði. Það er samt þannig að það verið að vernda einhver svona lítil hús, en síðan er uppbyggingin heldur áfram, svona alveg í kringum þau Já, það sem ég ætla að segja. Og ég segi að þeir sem þú ert að tala að ég veit til dæmis að forystufólk í borgin er alltaf, eða var, svona mynda þessi 4-5 hæða hús á Hverfisgötunni og eða varu með svona bogið hotnið eitthvað að tala hvað það væri eftir svona vert eða straujárnið sem er niður yfir Hafnarstræti, hvernig uppbyggingin væri einhvern veginn í takt við eitthvað sem er líklega annað heldur en þú ert að vísa til sem að það væri þá vísun til gömlu byggðarinnar. Ekki eins og Reykjavík hefði geta orðið ef að steinsteypuöldin hefði haldið áfram hann eftir 1930. Það er ákveðin retórík, það er ákveðin retórík sem þetta með aldrei snúa við og ég alltaf að fara áfram og byggja eitthvað nýtt. Þetta er svona retórík sem er frá modernismannum, sem er sem er bara 100 ára gömul hugmyndafræði og það er rosalega margt búið að gerast síðan. Það er komin önnur retórík fyrir löngu síðan líka sem að fjallar það að það þurfa að vernda ákveðin svæði og svo halda áfram með þetta nýja annars staðar. Og við erum ekki hópur sem tala fyrir því að fara bara að vera að byggja gömul hús. Ég er á því og við vilja flesta að framtíðin sé að koma með bara nýja tegundur og húsum og allt það. Ekki inn á þetta svæði? En á þessu svæði, þá er
eins og að til dæmis hús eins og þarna Exeter-húsið sem við vorum að tala um áðan var rifið fyrir slysni og svo skipað að byggja það aftur. Hverju munar það að stálsmíðan var rifin fyrir 20 árum en stóðar í áratugi ef við myndum byggja hana bara upp núna aftur? Það kostar jafn mikið eins og byggja nýtt hús. Það er hægt að byggja hana eins og nýtt hús bara með því útliti. Og pakkhúsin, það er hægt að byggja það aftur bara með gömlu útliti en sem í rauninni gera það rétt, eða veist, kannski með meiri dítel og meiri svona næmni en á Selfossi, þú veist. Og hérna, en fá sögulegu byggðin okkar tilbaka. Og sögulegu byggð í rauninni það sem að stóð fram að svona árinu 2000 og byggðist upp á 2000-öldinni þegar þetta byggðist upp á eðlilegan hátt. Setta svona ákveðin punkt þar. Má ég bæti niður, bara af því þetta er svona ein sýn sem við þyrftum að, þú veist, sem væri svo áhugavert að skoða. En aðalatriðið er tengingin að slíti ekki þessi tengingu í sundur, að skemmi ekki og kannski horfa bara aðeins tilbaka, má stundum viðurkenna mistök. Fyrir 25 árum þá var það gerði fólk sér ekki grein fyrir hvað var að horfa heildrænt á svona svæði. Það var bara, Minjastofnun meiri segja viðurkenndi það var hvatti þess að skipulagi það væri horft á þetta í stærra samhengi. Þetta svæði hefði aldrei farið inn í hverfisskipulaga því okkur er bara sagt að okkur komið deil ekki við að þetta er þróunarreitur, íbúðum þarna. Þannig að ég er búin að taka þátt í starfi íbúðaráða hjá Reykjavíkurborg, íbúðasamtökum og spyrja endalaust. Ég hef hlynnt þéttingu, mér veist frábært að hjóla hérna uppi dyr gegnum nýja torgið hjá Hlemmi og það er svo margt gott sem að gerist en ég hef alltaf verið að spyrja það er bara eftir hvernig við erum að þétta. Og núna vill fólk taka þá umræði og tökum hana þá. Af því núna er fólk tilbúið til þess. Ásdís Hlökk var með góða grein hún í vikunni þar sem hún vísar til vesturhluta borgarinnar sem góð dæmi þéttleika og lifandi borg. Og er eftir svona verið staður, fólk vill búa þar. Fólk vill búa þar og þannig viljum við að slíparsvæði sé ekki að skemma það. Og stærsti hlutin af endurnýjuninni á þessu svæði var framkvæmd af einstaklingum sem að keyptu kannski ódýrt hús í niðurnýslu á Njálsgötunni og gerðu upp. En sá tími er liðinn, sko. Núna er eiginlega Njálsgatan og Grettisgatan, maður sér alveg að þarna komið svona verktakavæðing í öllum bakgörðum og eitthvað fleira, þannig að mjög sorglegt að horfa upp á það. Leggja gríðarlega mikið á sig til þess að halda við gömlu timburhúsunum í Vesturbænum og það eru eins og þú segir hérna friðuhús, lítill steinbær, Allianshúsið sem eru bara svona hverfvæknin í þessu. Já, þetta drabbast niður. Þetta er líka sko, veist, í staðin fyrir að við séum kannski að tala endilega veist, að endurbyggja gömul hús, þó að það sé gott að gera það, veist. Ég meina eins og Egill kom inn á með stálsmiðin og slíkt, þá getum við líka litið á það að það virðist vera bara samkvæmt rannsóknum í sálfræði, að það eru bara ákveðnir eiginleikar byggðsumhverfis sem að virka betur á fólk heldur en aðrir. Mannlegur skali. Til dæmis mannlegur skali, fjölbreytni í umhverfinu. Þannig ég sé ekki að labba fram hjá sömu hliðin á húsi í 2 mínútur. Já. Það er ekki allir sem hafa til að vera í Midtown, New York, munur á það, eða labba meira svona downtown? Já, ég meina og þessar sterilu hliðar sem við erum til dæmis að labba fram hjá nýlegum byggingu, bara til dæmis í skuggakverfinu í gær. Og þá er þetta svona hliðar einmitt svona sem eru óaðlaðandi að mörguleyti, þetta er í Borgartúni líka, það er kannski inngangur inn í einhver tæknirými og eitthvað slíkt. Hafnatorg hefur gagnrýnt fyrir þetta. Já, einmitt. Það sem gengur fram hjá ódýrubúðinni þarna. Akkurat. Þannig að sko við þurfum fjölbreytileika í umhverfið, við þurfum hennar mannlega skala. Við þurfum líka sko í þessa sögulegu vídd. Það skiptir okkur máli. Það skiptir okkur að við vinnum með ræturnar og svo er það þessi tengsl við náttúru sem skiptir okkur máli. Og þegar við horfum á, eins og til dæmis bara hérna gamla Vesturbæinn, þá er það bara þannig að það hverfi er bara að tikka í þessi box og þess vegna líkar okkur býsna vel við það. Sko, Sumum, ekki öllum. Já, algjörlega, við getum alltaf ekki alhæft alveg. Sumir horfðu á torfuna og grótahorpið og svo þetta verið kumbaldar sem ætti að rífa. Vissulega. Það er því skammar að vera að venda þetta sem að fólk hefði byggt upp af fullkomnum vanefnum úr einhverjum kassafjölum og eitthvað fleira. Það er miklu sniður að bara rífa þetta og byggja eitthvað úr almennilegu steinsteypu, sýna það að þjóðin hefði þroskast. Já, alveg svo stóð til hérna á 8. áratugnum. En sko þá getum kannski ekki tekið alveg að færta alveg niður á hvern haus. Ég get ekki fullyrt af öllum líki þetta sem ég er að segja, sko, þessa tegund af umhverfi. En ef við horfum á
hópa, ef við horfum á hópa fólks, þá eru þetta niðurstöður sem að koma fram aftur og aftur, að fólk líkar best við umhverfi sem býr yfir þessum eiginleikum, en að samanskapi mislíkar þá umhverfi þennan stóra skala, einsleitnina, engin tengsl við náttúru, og að þetta séu svona hverfi sem að eru þá þannig að þau geti verið hvar sem er, hvenar sem er, sko. Í hvaða landi sem er. Já, ég segi það, hvar sem er og hvenar sem er. Þannig að við þurfum að huga að þessum þáttum, því að þetta er þekking sem er að verða til og hefur orðið til, eins og Ásta var að minnast á þann. Ég meina, það var eitthvað árið 2003 sem við vissum, núna erum við rúmlega 20 árum seinna og við vitum miklu meira, og þess vegna eigum við að nýta okkur þessa þekkingu og skoða þetta frá miklu fleiri hliðum heldur en að setja einmitt, fara bara beint í vísun í Borgartúni eða Hlíðarenda eða Sunnusmára eða hvað það er, sko. Nú hefur maður séð þess að þróu mjög víða. Ég nefndi hann að Kaupmannahöfn, ég veit ekki hvað þú kannist við þetta, hann sem verið að byggja upp, og það er misvel gert, en sumt er bara hryllingur. Það eru bara svartir gumbaldar upp á 5 hæðir, hvert hús af fætur öðru. Já. Ég man einu sem var í Bergen, þar er svona gamall bær sem er svo gamall að hann er vendaður, að hann er svo ævaforn. Já. En svo er þarna til dæmis verkamannahverfi sem hafði byggst upp fyrir ofan höfnina, þar sem hafði verið sko skipasmiðastöðvar og svona einhverju landanir og eitthvað fleira, og ákaflega fallegt hverfi í svona mannlegu skala. En svo fer hafnastarfsemi náttúrulega óhjákvæmilega. Hún hendar ekki hafana bara í miðbænum. Og hvað er byggt þá í staðinn í Bergen? Nákvæmlega sama dótið og við erum að byggja öllum hafnarsvæðum, sko. Akkurat. Þannig að þetta er ekki að því að þetta er ekki mölbóháttur Íslendinga. Þetta er eitthvað svona afl sem að ítir áfram uppbyggingu borga bara í okkar heimshluta. Þó er gamalt iðnaðarhverfi þarna í Kaupmannahöfn sem byggðist upp fyrir 20-25 árum með alls konar restauröntum og lifandi. Svipað hefði getað gerst hefði við til þess ekki byggt upp Skúlagötuna, heldur vendað Völundarhúsið og Slátufélagið og þá byggð. Já, þetta er náttúrulega sko, þetta er sýn og díalógur sem þarf að styrkjast, og að við náttúrulega, þú veist, öllum torfbæjunum var rift á sínum tíma, og einhvern tímann mörgum áratugum seinna skildu allir hvers konar mistök það voru, og það er margt búið að gerast. Fólk fattaði það upp úr 80-sinu þegar að miðborg Reykjavíkur var bara slömm og svo fór að koma falleg hús og svona. Þá byrjaði að fattast hvað það væri fínt, og það er búið að vernda ýmislegt, en sú sýn þarf bara að fara miklu lengra, og þegar við sjáum að það sé að fara að koma svona byggð, kannski verða þetta bara ágætisbyggingar eða stendur til að gera ágætisbyggingar í vesturhöfni eins og það er kallað núna, að sko það er bara ekki rétta staðsetningin fyrir þannig laga byggingar, vegna þess að við þurfum að vernda sko hverfa myndir, alveg eins og að náttúrulega svolítið íkt dæmi að nefna Feneyjar, en þær eru ekki svona eins fyrir tilviljun, þær eru stranga reglugerðir sem kveða á að það má ekki byggja eitthvað nýtt inn á milli, og það þarf að taka þetta miklu lengur, og maður er bara, sko, já, ég ætla að segja það bara beint út, maður er í sjokki yfir því að sjá hvað á að fara þarna á þennan bakka. Það mun eyðileggja algjörlega þessa gömlu sögufrægu mikilvægu höfn. Þetta eru mistök sem eru að minnsta kosti á við það að ryðja niður öllum torfbæjunum. Þetta er ekki bílastæði. Það er ekki hvort að við viljum þetta bílastæði eða einhverjar nýjar byggingar og þeir séu þá að redda málunum. Það er ekki það. Það var nú notað, ég manna, ég var að gagnrýna uppbygginguna sem var ágerð á milli Hafnatorg og út að Hörpu. Já. Og þá var mér svarað svona, hvað viltu bara hafa þessi bílastæði sem er hana? Nei, ég vil hafa húsið sem voru náður. Þetta er rökfræði sem stenst ekki. Sko. Þetta stenst ekki, og það er þegar þú myndist á Kaupmannahöfn, þá bjó ég í Kaupmannahöfn þegar þessi hafnarsvæði voru til að breytast þar, og það er kannski þar sem minn áhugi vaknaði virkilega fyrir því að maður er oft svona klárar þegar maður er einhvers staðar langt í burtu og sér bara hlutina heima betur. Þar var verið að skrifa bækur og rannsóknir bara hvernig ætti að byggja upp hafnarsvæði sérstaklega, og það var rosalega mikil umræða á þessum tíma, og auðvitað gerist sumt sem var gott og annað ekki. Næstu ára eftir bjó ég í Höfðaborg þar sem var líka verið að þróa hafnarsvæðin, þannig að maður er búin að fylgjast með þessu í mörgum borgum og margt ótrúlega inspirerandi og annað sjokkerandi og dapurlegt, en hvað þarf til að við getum staðið upp stjórnmálafólk og
verktakar þá saminist og arkitektar að við bara viðkennum það 2025. Við erum á öðrum stað núna. Við viljum sem samfélag gera þetta öðruvísi. Við erum búin að friða einstök hús þarna. Við viljum að þau fái að njóta sín. Ekki bara sem einhver krækiber í einhverju eins og tónmyndaskólinn gamla á Lindagötu núna. Þú veist, manni verður hálf illt þegar maður keyrir þar framhjá. Hann næstu eins og húsið þarna í Upp sem á loka, ég veit ekki þessi teiknumyndin á Upp. Það var svona maður sem vildi ekki selja verktökunum húsið sitt og fór svo og flaug með það í burtu á blöðurum. Hann svona lokaður inn í einhverju steipu. Já, það er úr skrítið. Þannig að hvað þarf til þess að við getum viðkennta og hort á þetta? Við erum að vinna með þetta jafnvægi. Þannig að það sé ekki, eins og Egill talaði ef þú ert með málverk og þú byrjar að fara yfir það, smá saman verður þetta ekki upphaflega Kjarval málverkið. Það er einhvern veginn, og mér finnst það svo ef maður horfir á frá Hafnarbakkanum, Austurbakka, svo miðbakki og svo út á höfnina. Ef við ætlum að loka þessu öllu. Íslendingar sjá ekki nógu vel að við eigum risastórt fallegt málverk sem stærsta málverki og við göngum inn í því dagstaglega. Það svolítið innprentað í sögu Íslendinga að þeir skamma sín fyrir söguna. Þeir finnst eins og þessi að koma út úr vondri stöðu til bættra stöðu. Og það er engin hugmyndin good old times á Íslandi sem er eiginlega til allstaðar annars meiri síðan Danmörku. Já, það er ekki að því að Íslendingar séu vitlausir. Það er bara vegna þess að þekking kemur í samtali. Þegar talað er hlutina eins og við erum að tala núna mikilvægi þessa staðar, að það verður þá vonandi til þess að fleiri kveikja á perunni. Og við viljum náttúrulega láta stoppa þetta stórslið sem að fara að verða þarna niður frá. Þú veist, við erum hérna, allir sem meira þess að fólk sem kom til okkar á þverfærlegu vinnustofuna frá ýmsum, öllum, eða bara mörgum stjórnmálaflokkum, hafði meira þess að skrifað undir þessa pappíra en var í sjokki þegar við drófum upp grófa myndaði hvað þetta væri stórt og ferkantað og hvað þetta væri úr stíl við, það hafði bara ekkert hugsað þetta. Nei, fólk einhvern veginn gerir sér ekki grein, í fyrsta lagi gerir það sér ekki grein fyrir því oft á tíðum hvað það er að samþykkja eða hvað er til umræðu vegna þess að gögnin eru sett með þeim, fram með þeim hætti að það er erfitt að skilja þau fyrir leikmann. En svo sjáum við líka bara, við getum hort á það eins og til dæmis Torfuna sem var náttúrulega, ég meina, þetta var náttúrulega svakalegur slagur á 8. áratugum, 7 ár sem að tóka að fá friðun á þetta. Þessi fáir sem sjá eftir því að þetta var orðið niðurstaðan. Þessi fáir sem hefðu frekar vilja fá stjórnarráðsbygginguna sem stóð til að byggja. Það er svona klassískt svona lakkiskafur. Já, svolítið svona eins og Átnagarður nema bara lægra. Átnagarður við Háskóla Íslands. Þannig að það sem er svo mikilvægt núna og það sem við getum gert núna er það að við getum dregið fram upplifuna. Við getum, með allir þessari tölvutækni sem er núna, þá er svo auðvelt að kynna fólki aðra möguleika og hjálpa því að skilja. Því að ef valið stendur bara á milli þess, eins og við vorum að tala varðandi Hafnatorgið, þú bara annarkvort með malarbílastæði með drullupollum eða það sem er núna, hvort viltu frekar? Ég meina, ok, fyrir mig þá veit ég varla hvort ég vil en það er bara mín persónulega skoðun. Það er betra að malarplanið þá við finnum eitthvað betra. Já, og þá segir það eru 1.000.001 möguleiki sem að stóð okkur til boða. Við völdum hins vegar að byggja þetta H&M-hús og Landsbankan og eins og það. En það var ekki eini möguleika, það er svo mikilvægt. Það er gott að hafa þetta í huga að nútíminn er óléttur af mörgum framtíðum. Ég var að bæta við varðandi vinnustofuna því við fengum líka fólk sem að tengist bæði að fara að nýta sér hafið og hafsækjunni starfsemi. Bæði í atvinnuskyni eða sem áhugamál, vill vera með meiri fræðslu hafið og sjómennsku. Það eru alls konar þarfir þarna sem væri svo gaman líka að skoða mikið. Svo er líka fínt að fá bara fiskimarkað eins og það er til dæmis í Þórshöfn í Færeyjum að þá koma trillukallarnir og selja upp úr bátunum. Já, þannig ég held að það sé alveg raunverulega hægt að skoða. Og þarna á svæðinu var alltaf grásleppa seld upp úr hjólburum. Já, og við vorum ekkert að ímynda okkur að þetta fólk væri til, heldur komið þau til okkar á vinnustofuna og við finnum fyrir bara áhuganum. Mikið áhuga, Guðmundur í Brím kom. Svo kom manneskja sem að tengist fræðsluskipi fyrir Guðmundur í Brím á stóru vöruskemmuna sem er í framhaldi af hafnabúðum.
Já, hann reyndi að tala við Reykjavíkurborg á sínum tíma að halda þessum gamlum byggingum. Hann gerði það sem við erum að gera núna, var hann að reyna að gera fyrir 10 ára síðan. Og Guðbrandur frá Borgarsögusafni, sjóminjasafnið, alls konar. Mér finnst bara, þannig að byggingarnir sem koma þarna verða að gefa frá sér, ekki bara taka í burtu. Bátasafn getur komið þarna inn. Það er svo margir möguleikar þarna og ef þeir eru teiknaðir upp, þannig að fólk bara, ég meina sá sem er bara er að fulli að gera eitthvað allt annað, hann er kannski ekki endilega að spá í hvaða möguleikar er í Vesturbugt, í Reykjavík, hann er bara að kenna börnum upp í Norðlingaholti eða eitthvað, en það er svo mikilvægt að kynna hugmyndirnar, draga þar fram og segja, þetta getum við gert, við getum líka byggt 177 íbúðir í svona hlíðarendastæl. En svo bara allir hinni möguleikarnir og við getum tekið þessar 177 íbúðir og bara setja einhvers staðar. Það er það sem þið eru að reyna að gera það sama og torfusamtöngin gerðu bara með því að mála torfuna. Akkúrat. Og sá fólk möguleika sem ekki hefði sést áður. Akkúrat. En þetta er klassískt vandamál að atvinnustarfsemi fer og hvað kom í staðinn. Ég nefndi dæmi Bergen og þetta er líka New York sem að breytist raunverulega þegar hafnirnar fara og eiginlega bara breytir mikið með New York vegna þess að þetta var innilokuð borg og þess vegna erum við kannski með Central Park vegna þess að þú hafðir ekki aðgengi að ánum en núna er það búið að opnast og sumstaðar er náttúrulega verið að byggja hlíðarendablokkir stórar bara á hafnarsvæðinu en sumstaðar er búið að setja leikvelli út í ána og það er svona ýmist þannig að það er verið að gera alls konar hluti út allan heim. Þannig erum við með svæði sem að þarna var eins og hraðfrystimiðstöðin, hún er farin, nú býr fólk þar í svona hlíðarenda blokk, svolítið stóri, sem er endurgert fiskvistlús. Sem er gott dæmi það sem er gott að vera inni en hún gefur ekki út frá sér. Hún gefur ekki frá sér en það er gott að vera inni. Útlit sem passar engan veginn. Það getur ekki allt orðið þannig. Nei, ef þeir lappið framhjá þá verður þetta svona midtown upplifun að þeir eru lappa framhjá bara einhverju steinsteipuhúsi. Það er ekki gott að lappa hvergi, það er mjög kalt. Daniel Slippur, hann er farinn. Slippurinn er alltaf minni núna og starfsemi slipsins, núna eru hótelar, áður var þetta búð sem að maður gæti keypt allan andskotan í og málingu og eitthvað fleira. Það er ekki bílastæði eða aðkoma til þess að reka slúðis búðir, þannig að sumuleyti þá breytist tíminn, þótt að þið viljið. Ég má bæta einu við. Það var nefnilega hann Snorri frá Torfusamtökunum kom og lýsti því fyrir okkur hvernig Faxaflóahafnir með ákveðna menn og mann í farabróti þar í rauninni föttu að það geti grætt á því að selja þessum lóður og svona, það getur velur í sig að fara með rántmálin en sko fyrirtækjunum var smásamin í rauninni bólaði burtu og það voru aðrir sem vildu reyna að væri áfram sem eru einmitt með ennþá með hafnastarfsemi sko þetta er ekki það bara að það hafi gerst á náttúrulega hátt þetta búið að vera hugsanlega er þetta langtíma plan að reyna að koma þessu yfir í búðir vegna þess að í byggingabransanum það er hægt að græða mjög mikla peninga. Eitt er að selja lóðuna svo þú byggir þá græður mjög mikla aðra peninga og það er náttúrulega fólk sem að kannski vildu Faxaflóahafnir fá peningi í vasan einhverjum tíma ekki þess að setja það núna en við bara heyrðum aðra versuna þessu heldur en þú varst að þelja upp. Þetta gerðist ekki bara náttúrulega. Sko. Það var í skipulagið var að ýta þessari starfsemi í burtu. Já. Ég man eftir umræðu sem ég tók þátt í, ég held að það bara verið fyrir aldamótin. Þá var svona hugmyndur það að það ætti að setja listaháskólan í slipphúsið til þess að fá líf í miðbæinn. Og ég nefndi þá eitthvað tuða yfir því hvað er eitthvað meira lífið í að fá okkur að listnema þarna heldur en fólkið sem að vinnur í slippnum. Hvað rugl er þetta? Það var rosalega mikið líf. Það var svona hugmyndum að sumt líf væri eftir svona verti í miðbæinn, en annað væri ekki. Mér finnst hótelin alveg hafa komið með ágætislíf og Hótel Marína hefur unnið með staðrandunum svona, en til dæmis Héðinshúsið, það var rosalega mikið lífar. Það var hjólabrettagarður, það voru sjúkraþjálfarar, það var leikhús, það var verkstæði, með leikmyndagerðarverkstæði, það var rosalega mikið líf þar bara þangað til fyrir mjög stuttu, mikið að starfsemi. Það var rosalega mikið líf í kringu Slippinn, það var trésmíðaverkstæði, það var bara mjög mikið líf. Og þetta náttúrulega gerist og líka breytti tímar. Við erum að tala þegar fyrstu útgáfurnar af einhverjum skipulagstillögum og hugmyndasamkeppnum, það bara áður en að ferðaþjónustan komin
bara í gang í rauninni hérna í Reykjavík. Þannig að það og talandi slippinn, það búið miklar diskussjónur hvort að hann verði eitthvað áfram, oft sagt bara það er ekki hægt út af málingunni og eiturefnunum, en svo væri hægt að vera þar með minni skip og minni það er alveg hægt að halda áfram með rekstræðar, þannig að það er margt hægt, það er þörf á því fyrir bátaeigendur að draga bátana upp á land, eins og til dæmis ef við myndum gera Danísslipp aftur að slipp í staðinn fyrir að loka skip þarna inni, þá er þörf á því að draga báta á land og mála. Er ekki búið að fylla upp í, er það ekki bara farin leiðin fyrir til þess að draga skip eða báta? Jú, það er náttúrulega brautin farin. Það var einhvern veginn það lá svo á því. Það komur eitthvað bakki þarna sem að gamalt varðskip liggur upp við? Já, Gullborg er svona lokuð af. Mjög auðvelt að breyta þessu aftur. Það bara móka þessu burtu. Mjög auðvelt. Það er hægt að leiðrétta mistök. Já, til dæmis Brokey siglingaklúbbur sem er mjög aktífur klúbbur líka með skólastarf fyrir fólk á öllum aldri. Það gæti nota það, hann bent okkur um þetta á þetta til dæmis að Guðmundur í Brim. Það var að nota það sem að Gullborgin er bara sem ramp, því að þau þurfa að taka skipin úr sjónum og setja það í sjóun og svona. Og þarna gæti verið sem sagt safn, það er til bátasöfn, gamalla báta og skipa, og ef að slippurinn leiði staði starfsmið þá var þetta bara að setja stór stöndu skip og hafa sem hluta safni og svona marittínsafn, þú veist, og svo ekki bara allt væri safn heldur, það geti verið þrifist þarna í byggingum sem og það er verið að tala um að ímynd hafnarinnar, þetta er gamla höfnin, lifandi höfn, og það er það sem atvinnurekstrar aðilar út á Granda vilja í dag og vinna með. Ég held líka bara það, tökum þetta leið. Ég held þetta verði voðalega lítið mál ef það væri bara opnaður farvegur fyrir hugmyndavinnu og uppbyggingu sem væri í þessum anda. Ég veist að væri fjöldi fólk sem hefði bara stórgóðar hugmyndir sem að maður þurfti ekki að örvænta það að þetta er bara algjör einhver eyðimörk þarna. En þið segið svona safnum þetta og safnum hitt, því að nú er ég að lýsa svona atvinnustarfsemi sem að fer og kannski væri nýtt í burtu. Einhver leiti er samt hraðfrystimiðstöðin hætti bara, og hún mun ekki koma aftur. Og þá nefnir því svona, og þá er það svæði sem við þurfum að skipuleggja upp á nýtt og búa til þannig að verði líf í kringu það. Já. Ef við hugsum alltaf svona höfn og við erum ánægð með hótelið þarna og túristana, er ekki hægt við að þetta svæði verið svona eins og sagt í kortið og landið að við verðum bara að leika gamla Íslendinga þarna fyrir túristana. Við sýna þeim svona hvernig þetta var allt saman og þetta verði svona hálffóni svona bara túristavættur staður. Við þurfum kannski ekki endilega að hugsa það alveg þaðan, heldur getum við alveg ímyndum okkur að það geti komið íbúðir inn á þetta svæði. Það getur komið atvinnustarf, það getur komið skóli, það getur komið tannlæknir, það getur komið þetta þarf ekki alltaf að vera bara einhver hafnastarfsemi sem var fyrir 50 eða 70 eða 100 árum. Hefur komið í sjáaklassan, hefur komið á kaffivagnin, þú veist, þetta blandast saman. Það er lokaði núna, það verður að gera upp. Já, það verður að gera upp og þau ætla að gera alveg í upprunalegum útliti, þau þurftu að taka meira en það ætluðu að því að það voru bara það mikla skemmtir. Það er hættulegt en það er við þurfum að vinna með þessa blöndu, þannig að það verður ekki eitthvað leikvangulöndi. Við þurfum að búa til ævintýri bæði fyrir ferðafólki og okkur. Við þurfum ævintýri í okkar eigin hverfi. Ég var að labba með dóttur minni á Vesturvíðinni í gær og á milli húsina eftir að horfa á sólsetrið fallega og það, við vorum bara svona að skoða þetta og svo svona það er engin ævintýri á milli húsana en það er svona hægt að finna litlar leynileiðir og það þarf að vinna með þetta og það er það sem að lokal fólk veit líka. Og þetta skilar líka ábyggilega meiri pening í kassan á lokum vegna þess að það er miklu meiri attraksjón í því fyrir heildarmynd Reykjavíkur, sérstaklega innan Hringbrautar. Ef að þetta væri svona lifandi höfn sem að með vísun í rætur okkar og bæði við og gestir getur séð og myndi tengja líka við Grandan. Það var svona að finna nýjar og nýjar leiðir hérna í gegn út á Grandan. Og lifandi starfsemi, tengja við atvinnurekstur, ekki bara ferðaþjónustuna. Og ekki bara ríkramanna íbúðir það sem að ríka fólki kemur og keyrir niður í bílastæðakjallarann og tekur liftuna upp. Já, þetta eru bara aðrar forsendur sem að við byggjum þetta upp á, þannig að heldur en ég meina ef við hugsum okkur hvers konar land eru við að skapa við tala við leikvangaland án eða Disneyland eitthvað slíkt
Hvers konar umhverju erum við, eða land erum við að skapa ef við erum að byggja með ríkra manna íbúðir eða bara, það eru ekki endilega verið ríkra manna íbúðir, bara íbúðir sem eru fyrir, fjölbreytta. Það er öðruvísi blær á því að segjum til þessi Austurhöfninni ef þetta hefði verið bara íbúður fyrir einstæðar foreldra. Þetta væri miklu líflegri staður heldur en þetta eru þeir sem hafa efna á að kaupa íbúður á 200-300 milljónir. Það fólki sem eyðileggur hverfin sko. Já, algjörlega, ég menn sjá líka lífið á Hafnartorgi, hvað það gott, eða í Austurhöfninni. En þarna verður þetta meiri blöndun sko. Þetta er svona, það er félags þjónustan, bjarg og slíkt eru og námsmannabústaður og slíkt en bara forsendurnar eru einhvern veginn á þessum sögulegu grunni og tengsl við þá atvinnustarfsemi sem hefur verið þarna, þá fáum við bara einfallega eitthvað allt annað og aftur þetta varandi landið sko, hvað erum við að skapa ef við sko, byggjum bara einhvern kant sem hefur aldrei verið þarna og erum bara búið til einhverja gönguleið, það er engin bein tengsl við, til dæmis sjóin sko, annan svona bara að horfa á hann eða hverfið fyrir ofan sko, hvað erum við þá að búa til sko? Við viljum líka tengja við grænusvæðin, það vantar græn og opin svæði í gamla Vesturbæinn og það hefur aldrei verið vilji til þess að skoða það heildrænt hjá borginni. Uppbyggingi sem hefur verið þarna á Austurhöfninni og hún miðaðist við stærstu húsin sem voru þar, Smjörhúsið og Hörpu og það var bara byggt upp í að fylla það. Já. Og á þessu svæði þá ertu náttúrulega með stór hús út með Rafriði miðstöðina gamlu og Slippúsið og svo ertu með Héðinshúsið þarna aðeins en síðan ertu með Nýlendugötuna sem er mjög skemmtileg gata sem ég held að allir átti sjá sem er labbaðar í gegn og hún tengist upp á Vestugötu og tengist inn í þetta svona þéttu byggð sem að þeir voru að mæra hér áðan. Er þetta að sjá fyrir sér að bara sá skali, hann gangi niður á sjó? Já, það er það sem við erum að stinga upp á þér. Það er grundtónnin í hverfinu frá þeim tíma þegar, sko, einu svona var þetta svæðin nefnilega raunverulega tómt eins og það lítur út fyrir það núna. Svo byggðist þar hægt og rólega raunverulega byggð, bara upp úr, bara þegar Reykjavík er að byggjast og meðfram ströndinni og verður bara að þéttum bæ. Og Nýlendugatan er einmitt hluti af því og svo allt og Vesturbærin og Grjótaþorpið og kringum Tjörnina og Þingholtin og Austurbær og annað, þetta hangir allt saman. Svo ég segi bara aftur, komum miðbæ Reykjavíkur á UNESCO í heild. Það er ágætt að hafa svona slagorð. Við höfum að stefna þangað. En ég vil algjörlega einmitt þennan skala niður úr hverfinu og við getum ekki horft á Mýragötu 26 sem referens og Héðinshúsið það búið að hækka aðeins, það er alltaf verið að bæta allstaðar aðeins við, þannig að skalinn svona, og það var það sem við sögðum þegar Mýragötu 26 var átt að fyrir byggja hana, við sögðum þetta verður þá skalinn sem að verður vísað í og það er það hættulega, þannig að það er allstaðar verið að bæta ofan á, en ef við náum að hafa þessa tengingu við hverfið þarna, þá erum við búin að bjarga svo miklu fyrir höfnina og fyrir hverfið og þessa tengingu. Svo hækkar þetta líka á leiðinni að sá sem að lóða hafi, eða hvað þetta heitir, hann er með mann á launum sem að suðar í bygginga yfirvöldum að fá eina auka hæð og indregna og svo eins og við varum að tala að fólk eigi að vara sig á því og hvernig er að skoða teikningarnar. Það hefur verið bent á það til dæmis í tengslu við Hafnartorg að raunverulega eru teikningarnar sem voru kynntar að það voru með lægri hæðir. Nema að fólki á myndinni hafi bara verið 1,20 sko. En það sem gerðist 2013 þegar þetta deiliskipulag var samþykkt, þá kærðu íbúasamtökin á þeim forsendum að þetta hefur verið mjög misvísandi upplýsingar og teikningar sem við fengum. Þannig að það, en svo bara úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála sagði að við værum ekki hagsmunaaðilar, þannig að við gátum ekki tekið það lengra. En þetta er að gerast aftur og aftur, því fyrra þegar að borgin selur lóðina, þá eru myndirnar líka mjög misvísandi. En það sem ég kannski mest í skandallinn er að þegar að lóðin er auglýst til sölu, þá er engin sýn. Það er bara sagt spennandi uppbyggingareitur til sölu. Jú, það er sýn, það eru bara teikningar í útboðsgögnunum. Það eru bara sem að setja tónin og það er bara, það eru svona
eins og í Vallahverfi eða sko, eða Hlíðarenda eða eitthvað svo leys. Já, fólk hefur svona tilfinningur sér alltaf sama tekningin. Það spurði ykkur að því. Alltaf sama tekningin bara? Já, það er náttúrulega ekki. Og svo setja 2 skútur, smá sjór. Já, ég myndi líka, sko, það er ekki eins og við erum ekki hópur sem er á móti öllu. Veist, mér finnst alveg, ýmislegt af því sem hefur verið byggt alveg ágætt. Það eru bara fallegar byggingar þarna á Hafnartorgi inn á milli og dítelar í þeim og mikið lagt á sem maður sér það alveg með mismunandi efnisfali á neðstu hæð og mér finnst persónulega ágættis byggingar til dæmis í kringum útvarpshúsið og annars staðar og ég er ekki á móti þessi byggðar háar byggingar, það bara að gerast á réttum stöðum og vernda þessa stóru mynd sem að miðbærin er. Þannig að það er langt síðan að hafa byggt upp á hæðunum háar byggingar eins og Sólheimablokkirnar og víðar og lágt niður en það sem breyttist þarna einhvern tímann fyrir svona 30 árum að það hafa byggt hátt við ströndina. Já, það byrjar með Skúlagötu skipuleginu, þá er byrjað á þeirri vegferð sem er náttúrulega, má segja kannski að sé svona fyrsta þéttingaverkefni sem er svona íttúfur sem er alveg beinlínis gert í þeim tilgangi að þétta byggð. Sem mikilvægt líka sem er náttúrulega, og þarna viku eins og við náttúrulega komað inn á viku náttúrulega mjög mikilvægur byggingar sem að ég held að hefði verið stórkostlegt að sjá núna í einhvers konar, ef þeir hefði nú verið fengið að lifa og hvað þeir væru orðna núna og það er áhugavert að nefna það að þetta er svona sama fólkið sem var að tala fyrir verndun þessara bygginga við Skúlagötu, þessara gömlu iðnaðarbygginga, það er sama, mikið til sama fólkið og talaði fyrir verndun torfunnar, sko. Þannig að þetta var ákveðin sýn sem var þarna á 8. áratugnum og tegði sinn á 9. þar sem að fólk var að koma og benda á það að þetta væru verðmæti sem að við yrðum að gæta að og við mættum ekki klippa söguna algjörlega bara niður í búta. Ég var í Slátufélaginu á Skúlagötu og það var svona miðaldaþorp bara inn í ótrúlega skemmtileg húsaþyrping og þetta er stórkostlegt, sko. Sorglegt að við mista tækifærinu. Þetta væri ábyggilega eina perlum Reykjavíkur. Og svo Kveldúlfur sem miklu stærri og svona en Slátufélagsþyrpingin hún var algjörlega stórkostleg, sko. Og við erum að missa núna perlu, það verður bara að segja það skýrt. Við erum að missa perlu sem er höfnin. Sko, hafnarborgir, þær hafa bara eina höfn. Þú veist, og það skilja allir til dæmis. Það er bara Sundahöfn. Já, en þetta er ekki í gamla miðbænum. Sko, það skilja allir hvað Tjörnin er. Það skilja allir hvað Laugavegur er og hvað Grjótaþorp er og svo framvegis. En höfnin hefur verið haldið loðið núna í 30 ár. Og núna halda allir bara að það hafi alltaf verið bílastæði. Þetta er hættuleg retórik. Við erum að missa mjög mikilvægt sko, svona stemningarsvæði, sögulegt svæði sem að er eign framtíðar kynslóða og okkar og fólk sem býr út á landi og allra gesta hvaðan af aðrar úr heiminum sem koma hingað. Þetta eru, eins og þú ert að benda á, þetta eru verðmæti mannkyns. Þetta eru verðmæti mannkyns og þetta bara, þess vegna verðum við að setja stóra sín, fara með þetta alla leið sem við erum búin að vera að fara. Setjum miðbæ innan Hringbrautar á UNESCO og þá þarf að vernda ekki bara 2 hús á Laugavegi, það þarf að taka hann allan. Það þarf að vernda alla Tjörnina, allan Austurvöll og Vesturbæinn eins og hann er og Austurbæinn. Það þarf að sko fara með íta sýninni lengra. Hún þarf að vera stærri og sterkari. Það eru Páll að þjóð skipulags Umhverfissálfræði. Já, umhverfissálfræði og ekki skipulag. Þegar við vorum nefnaði Skúlagötu blokkinnar. Já. Þegar ég heyrði fyrst talað þær þá var það í einhvers sonar kynningu stöðun á miðbænum sem að Hrafn Gunnlaugsson var með í sjónvarpinu fyrir bara 30-40 árum jafnvel. Eða svona 35 árum. Okay. Og þá var, rökin voru þessi, að vegna í gamla daga þegar þetta byggðist upp að þá voru sko, 7 krakkar í hverju íbúð og fullt af fólki út um allt og búðir á hverju horni og líflegt, en það voru breyting á þessu. Nú voru færri í hverju fjölskyldu og jafnvel við nefndum áðan það sem var verið að gera upp húsnæði á Njálsgötunni, það voru kannski 3 íbúðir, nú eru bara 1 íbúð og það búa bara 2 hjón og krakkarnir eru að flytja. Þannig að miðbærin okkar er að deyja, hann vantar bara fólk. Og þess vegna er svo mikilvægt að byggja bara blokkir til þess að við fáum fleiri íbúa til þess að halda miðbænum á lífi.
Munið eftir þessu rökum? Jú. Ég man eftir þessari mynd sem var í sjónvarpinu og hún var nefnilega algjör snilld þannig að hún var myndræn eins og við erum að vinna. Það var sýnt svona byggðin að vera og við erum að byggðin að svona. Já. Og þetta var þetta var nefnilega snilld og hún varð, ég er ekki að segja sko að hugmyndina hafi verið snilld, en það að vera með þetta svona myndrænt og þannig erum við að vinna, þess vegna erum við að vinna með þetta forrit. Hann var náttúrulega að nýta tölvutækni þess tíma og ég man eftir þessu sko, með minni hann hafi tekið sko raðirnar sem eru við Dugguvog, minnir að það hafi verið þannig og þær hafi verið reistar sko. Af því akkur er að byggja svona lengjur ef við getum byggt upp í loftið sko. Þetta var líka svona draumur einhverja Manhattan skyline sko. Eins og í útlöndum. En svo náttúrulega bara veltum en þessi rök að bjarga þetta miðbænum, að byggja blokkir og byggja inn í bakgörðunum á milli Hverfisgötu og Laugavegar það kann að vera að það hafi eitthvað sko lagt til en ég hef spáð þessu, ég hef ekki einlít svar við þessu en ég meina við erum til dæmis bara með þátt samt sem ég sá sko að það kemur eitthvað sem heitir Airbnb sko. Og ég meina ég ólst þarna upp, ég ólst upp á Bæjarstæðastrætinu og var þarna í þessu hverfi og þetta er orðið allt annað hverfi heldur en það var því að þarna eru engir sko ef ég alhafi pínulítið það eru engir íbúar þetta er bara fólk með rúllandi ferðatöskur og svo eru bara ég meina á Bæjarstæðastrætinu þar sem ég bjó þar eru bara húsin, þetta eru bara fjárfestingar. Það er svona íbland. Nei, bara í þeim parti sem ég er, þá er þetta bara mikil. Ég flutti á Þórsgötuna á 10. áratugnum og það var svona hverfi eins og það var og sömuleyti var svona nærð þjónusta sem við gátum sótt svona sem að byggði eitthvað inn á að það væri fólk sem að byggja þarna og væri íbúar. Svo allt í einu svona þegar þá sá maður allir bara hverfið sem að ég bjó í, að þorpið sem ég bjó í, það sem að labbaði út og heilsaði fólki og svona, það bara gufaði upp þá var bara ótrúlega skömmu tíma. Það bara gerir það og öll þessi litla, ég minnist þess þegar ég var þarna að alast upp, bara þessa litlu búðir á hotnunum og svona, þetta er náttúrulega allt saman farið, söluturnarnir sem voru, býsna margir, ef maður hugsaði, þegar maður telur þetta tilbaka, þá var þetta ótrúlega margar svona einingar sem voru og bara allt þetta fólk, allir krakkarnir sem voru svo framvegis, maður sér einhvern veginn ekki grundvöll fyrir því lengur. En þetta á ekki við nýlendugutuna. Nei, það er kannski komið á Þetta hefur ekki gerst eins rólega í Vesturbænum eins og gerist í miðbænum. Nei, og þetta gerist náttúrulega neðarlega eins og Ránagutu það eru líka bara þessi uppkaup stórra aðila á fasteignu sem gerist eftir hrun og allt þetta skiptir allt saman máli og er á hlutdeild í því að vissulega myndi ég segja að miðbærin væri að mörguleyti líflegri en lífið skapast af fólki sem að koma hérna mikið til bara og 2-3 daga sko. Ég er svo þakkláttur fyrir alla þessa gesti. Það eru ferðamennir sem að í rauninni blésu lífi í miðbæinn og haldunum á lífi. Ég er bara svo þakkláttur. Þetta var hverfið þeirra, þú veist, við sem að byggum hann áður, að það var annars konar hverfi sem að Ég bý ennþá í þessu hverfi. Ég er bara mjög ánægður með að fara á kaffihús á mótnana þegar ég er á Íslandi, ég býr reyndar í Berlín en ég er svo ánægður ég er svo þakklátur fyrir alla þessu ferðamenn sem að koma hérna, þessa gesti sem koma á landið og skilja eftir alla þessa peninga hérna fyrir okkur landsmenn. Já, ég meni, það er alveg að vera þakkláttur fyrir það, ég get alveg tekið, en þetta er náttúrulega bara búið það er orðið eðlisbreyting hérna og það er kannski það sem maður er að tala um og þetta kemur inn á sálfræðileg sjónarmið eins og það eða hugtök öllu heldur sem er eins og staðarvensl. Það er þessi tilfinning sem við myndum við okkar umhverfi og skilgreinir sjálfsmynd okkar og hver við erum og rætur okkar og það getur fyrir, eins og bara ef ég tala bara á persónulegum nótum, þá finnst mér þetta erfitt að horfa upp á miðbæinn þessar breytingar út frá bara þessari tilfinningu en það er eitthvað sem er bara mín persónulega reynsla en það er eitthvað sem við þurfum svolítið að horfa samt meira á það eru svona hugtök eins og staðarvensl og tengsl fólks við umhverfið sitt því að þetta ristir mjög djúpt og það er sko ef við afmáum sögu og menningu þá erum við að svifta rauninni fólk
eða við erum að ganga inn í þennan tilfinningaheim hjá fólki sem að getur verið dálítið vafasamt sko, að gera. Og mér langar ekki að bæta við eins og þú segir, það var náttúrulega mjög mikla breytingar þótt að sé ennþá þessi hverfisbragður þar sem ég bý, en það er í þessum gömlu timburhúsum, í húsinu sem ég bý í bjöggu eitthvað tímann 20, það voru fullt af sjómönnum líka og núna 5. Við erum ég myndi segja 2 frumbyggjar á stígnum, á bakkastígnum, Raggi Raggari og ég, sem erum ennþá og það er bara náttúrulega dásamlegt í hvert skipti sem það fer hús eða íbúð á sölu að það er fjölskylda eða það er bara fólk sem kemur að því er and þessi gamlu hús og langar að búa þarna og ég er bara búin að fylgjast með endurnýjun en það er líka mjög erfitt að halda þessu við og þetta er dýrt og fasteignaverðið fer upp með öllum þessum fjárfestandi koma og yfirbjóða. Já, og það er líka fasteignaverð fer upp í samhengi við allar þessar nýju íbúðir. En ég fagna nýjum nágrunum og eins og hjá Vesturvík, ég held að það sé alveg bara fullt af fólk, bara venjuleg fólki þar sem eru að koma sér fyrir kannski fyrsta íbúð, mér finnst það frábært og mér finnst æðislegt að búa í blokk sjálfur, sko, af því að það er líka bara ákveðin lífstíl sem getur hentað ótrúlega vel og svo barnvænt og mikið samfélag oft sem myndast þar. Ég ætla að benda á eitt sem hann var að segja með það að verktakarnir komi og yfirbjóði allt saman. Það er ekki öll sagan. Sagan er svo að það er búið til kerfi þar sem að bara verktakar geta boðið í og fengið. Það er nefnilega búið að umbreyta því hvernig sýsla er með byggingar og annað á öllu landinu á sama hátt og sýsla var með veiðikvóta. Það var búin til kvóti, reglum var breytt þannig að bara ákveðni gátu að haft það og síðan sópaðast á fármannahendur og það sama hefur gerst í byggingarbransunum og þar að leiðandi hefur almenningur eiginlega enga rödd í því hvað er að gerast í þessum málum. Þess vegna er okkar hópu myndaðir, við erum að reyna að vera rödd almennings og Hátt á Íslandi tíma þar sem að voru, lóðum var úthlutað til einstaklinga og stundum í félagi og stundum voru verkalýðsfélög og fleiri sem að byggðu upp og það er eins og kennarablokkin og rafvirkjablokkin og löggublokkin og það er náttúrulega stór hluti af húsnæðisuppbyggingunni bara frá stríði og fram til svona 70-80. Það sem að almenningur var að ákveða sjálfur hvernig íbúð hann ætlaði að búa í en kom ekki að því bara eins og hilluvöru eins og í verktakaheiminum. Já, þannig að við rifjum þetta upp og síðan er náttúrulega eðlilegt að manneskjan gerir tilraunir með það hvernig að skipuleika þetta samfélag og til dæmis hugmyndir eins og frjáls markaður koma inn og byggingarinnarinn var settur og maður segja mér þetta Anna María Bogadóttir í viðtali sem ég tók við hana fyrir heimildina sem fyrir að birtast innan skams að byggingarbransun á Íslandi hafi raunverulega verið einkavæddur árið 2000 og það átti bara markarinn að sjá þetta bara hanna bestu byggingarnar, finna hagstæðustu leiðirnar til þess að gera þetta svo framvegis en það skilaði það lélegum árangri að ríkið og borg byrjaði að stíga aftur inn í árið 2016 en eftir það þá er samt einhvern veginn allt annað regluverk í kringum allt saman og þannig að regluverki er þannig að það er bara ákveðnir aðilar sem að rauninni hafa bolmagn til þess að kaupa þetta þá síðan eru mjög undir ákvæði settir frá bankarnir eru rauninni að hafa rosalega mikil áhrif á þess að gera sig grein fyrir því hvernig þetta gerist allt saman og það er þetta regluverk sem þarf að laga. Það er þeir sem eiga peningin og þeir sem hafa aðgengi að fjármagnið meðan annars með því að taka lán í bönkunum og eru með svona einhverjar áform sem að bönkum finnst smart sem er uppbygging á 179 íbúðum miklu fyrir til í að lána því heldur en að þú ætlar að fara að gera eitthvað við í kjallaranum. Já, og svo sjáum við forsíða okkur blaði landsins að ungar fjölskyldur eiga mjög erfitt með að kaupa sína fyrstu íbúð og þetta er erfitt ástand, við erum að gera eitthvað í þessu svo er bara frétt við hliðin á. Hagnaður þessa banka á fyrsta ársfjórðungs ársins voru 10 milljarðar. Ég meina, þessi 10 milljarðar komu úr þessari frétt og þarna er náttúrulega þarf að eitthvað að gerast. Það er líka bara svo áhugavert ef við setjum þetta svona í það samhengi að bankar og bankastjórnendur sé í rauninni að hanna byggð í rauninni, í gegnum fjármagni. Það er orðið sérstætt orðið spurning hvað þeim finnst vera flott og sniðugt. Ég tekið dæmi þessu að því ég bjó í 1 ár í París upp í Montmartre og þar var ostabúð
sem eldra fólk var með. Fín búð með sérstök tengsl svona til Bretanskaga, seldu ógeðslega gott smjör og fleira og svo náttúrulega tengsli við Byrgja og eitthvað fleira. Svona hluti af matvæladreifingunni í París fer svona fram, þetta ekki stórmarkaða vætt eins og hjá okkur. Þau voru komin aldur, áttu 3 börn og einn drengurinn hann var til að taka þetta yfir en þau voru í svo dýru húsnæði að hann hefði þurft að kaupa systkini sín út á fasteignaverðinu sem var í þessari eftirsóttu götu. Og það var bara ekki fræðilegu möguleiki að rekstur og ostabúð stæði undir þeirri fjárfestingu. Þannig að þau seldi þetta frá sér. Í staðin fyrir ostabúðina kom búð sem seldi röndóttar nærbuxur og þar var, maður horfði svona inn þetta var ekki neitt í hverfinu sem var að biðja þetta. Túristarnir voru ekki að biðja þetta. Og maður horfði svona inn eftir þessu og það var eitthvað svona maður sem var með tyggjó og var í símanum og það kom enginn inn í þessa búð. Og maður velti fyrir sér, hvernig stendur á því að þessi búð sett í staðin fyrir ostabúðina sem gersemi, sem bara gersemi. Og þá sá maður einmitt fyrir sér að sá sem að þegar þau fóru til bankans og voru að velta fyrir sig hvort að hann geti aðstóðið í að hafa þessi kynslóðaskipti að þá bara fyrstulega nenni bankin ekki að hlusta á þetta og þetta er bara óleysanlegt vandamál. En ef einhver gaur kemur með eitthvað planum að opna 60 búðir í París með röndóttum nærbuxum og ef það gengur vel að fara svo til Moskvu og ég fyrir Kína og það er eitthvað sem bankanum finnst smart. Já. Og þú getur séð þetta meiri segja í borg eins og París þar sem er mikið verið að verja staðarandan og að reyna að standa í vegi fyrir þessu að þar er þessi vél að malla undir. Alltaf þegar eitthvað svona gamalt hverfur þá kemur einhver botlaus leiðindi í staðinn. Já. Það er bara þannig. Akkurat. Af því að það eru einhverju bankamenn að ákveða hvernig skipulega borgunum okkar er. Þau eru bara að vinna vinnuna sína. Þau eru ekki að gera neitt af sér en það er samt sem að það er regluverki í samfélaginu sem að býr það starfsgrundvöll til. Já, og gera þeim kleift hvernig getum við, fundið eitthvað svona samtakamátt þar sem að því við erum líka búin að upplega mjög mikið að verktakinn kemur í heimsókn og bendir á borgina og segir bara nei, borgin er bara búin að segja mig hvað ég á að gera, ég get ekki gert neitt annað. Borgarfulltrúarnir komin, þetta eru verktakarnir, arkitektarnir, hvernig getum við, ef við sitjum bara öll við sama borð og segjum við viljum hafa þetta öðruvísi, gerum þetta og ekki vera að benda á hvert annað. Fáum bara bankafólki líka að borðinu og tölum þetta. Opinskátt, þetta er það dýrmætt svæði. Já, við kennum til dæmis bara þá að þeir sem stóðu að þessu síðustu 20-30 árin og voru ekki með nógu sterka sín og segjum að það bara verið raunverulega mistök. Við kennum það og breytum því núna. Og bara allir búin að vera að læra smá saman ef maður fer í gegnum söguna, hvernig þessar samkeppnir hafa verið, hvernig myndir hafa þróast og síðan hvað markaðstofurnar eru að gera. Markaðstofa höfuðborgarstofa var með vinnustofum daginn með atvinnurekendum á Grandanum. Þau eru að tala gamla höfn, stemningu sem þau eru að draga fram, en þau eru náttúrulega ekkert að tala í samhengi við þessu uppbyggingu. Þau eru ekkert að spá í það. Af því að það er, þeir sem eru að hugsa markaðssetningu, hugsa hraðar, þau hreyfa sér hraðar. En þessi þróun er náttúrulega búin að vera mótast yfir langan tíma. Má ég spyrja eitt svona, kannski, ég veit ekki hvort það svo aukaatriði, það er gata sem keyrir framhjá, sem er eiginlega leiðin úr miðbænum út á Granda. Og út á Granda eru ég held að það er ekki 4 stórmarkaðir og eitthvað fleira. Mýragata, já. Mýragata. Bara mjög róleg umferð þar. Núna þetta er svolítið í smá ólestri að því að það er einhvern veginn gangbrautirnar ekki alveg á réttum stöðum. En þið lítið ekki á hana sem vandamál hana? Alls ekki. Það koma margar akreinar einhvern veginn og svo endaður í einhverjum svona þröngu sem fer hana fram hjá slipnum. Hún er róleg og það er bara fólk fer bara rólega þarna núna. Þetta er eiginlega bara svona smá flöskuháls. Og verktakinn sem eða lóðarhafi núna, hann er mjög meðvitaður þetta að það þarf að vinna í þessari tengingu við hverfið. Að þarna þarf að laga bara bæði hvar stoppistöðunar eru, það eru núna í sjónlínum, hvar eru gangbrautirnar. Það er, ég bara labba yfir það sem ég kem niður, bara bíla bara vinsælastum og stoppa. Þetta er bara mín gönguleið, en ég held að þetta er alveg eftir að verði í lagi, en þetta er náttúrulega Mýragatinni búið að vera vandamál og bara leiðin út á Nes og Granda er bara vandamál. Olíuflutningar, ég var eitthvað, þeir varu með einhverjum svona plönum að laga þetta eitthvað, það eru mikið flutningar af olíu og það sem fer hann í gegn. Halda áfram í róleitum, svona. Ég er allavega ekki með svarið stóra umferðarmáli. Ég er píningur til að hafa skoðun á þessu, en takk fyrir að koma hingað og tala fyrir fegurð og mannlegum skala og fleira til mótvægis við svona peningaafl sem hefur mótað borgin okkar kannski ómikið að undanförnum árum. Samfélaginu breytum hugsunarhætti. Ásta
Páll og Egill, kærar þakkir. Takk. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.